Takk fyrir það og þá komið að 7. lið á dagskrá þegar ferðamálastefna til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við leggjum hérna fram til umræðu ferðamálastefnu Akureyrar sem samþykkt var í bæjarstjórn árið 2016 og fyrir mér sem að kemur ný að málum hérna inn í bæjarstjórn að þá vil ég byrja á því að nefna að mér finnst þessi stefna einstaklega vel unnin, faglega unnin og ég hvet okkur öll til þess að horfa bæði til hennar bæði verklags og framsetningar sem einfalt og skýrt og það einfalt að fara yfir hann og sjá hvað hefur verið gert og hvað hefur ekki verið gert og hvað má gera betur. Ferðamálastefnan hún gildi frá árinu 2016 til 2026 þannig að þetta er töluvert langur tími en mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt verkfæri sem byggð á verkefnum sem á snúa því að byggja upp Akureyri sem eftirsóknarverðan áfangastað fyrir ferðafólk og sem fyrirmynda sveitafélag fyrir íbúa og fyrirtæki og að því að það fylgir stefnunni þessi ítarlega aðgerðar áætlunum með verkefnum og tímasettri verkáætlun og markmiðum sem Akureyrastofa nota til að fylgja stefnunni eftir þá verður öll vinnan og það sem eftir kemur mun einfaldari. Svo framtíðarsýn sem að skilgreind í stefnunni hljómar svo Akureyri, vistvænn og grænn heilsás áfangastaður sem býður upp á fjölbreytta upplifun og góða þjónustu. Með þeim fundagögnum sem að fundamenn fengu fyrir þennan fund listi yfir stöðu aðgerðaráætlunarinnar og skilgreint hvaða verkefni eru ekki komin að stað, verkefni sem eru í vinnslu og verkefnum sem lokið, en að ræða 68 skilgreind verkefni 50 þeirra eru nú þegar í vinnslu, 9 eru ekki hafin og 9 þeirra lokið. Við starfsáætlanagerð stjórnar Akureyrastofu sérstaklega horft til þessara verkefna og þau sem hægt að fara í á umræddu ári eru settar inn í áætlun og fjárhagsáætlun tekur mið af því ef þurfa þykir. Mér finnst þetta mjög skilvirk leið til þess að hlutirnir gerist og þekking verði eftir innan nefnda og hjá starfsfólki því að það auðvelt að koma að þessu sem nýr aðil og þeir fleiri sem koma að því að vinna eftir stefnu sem svona gerð. Varðandi þau 9 verkefni sem ekki eru hafin, þá eru 5 verkefni þar sem búið að ákveða að fara af stað á þessu ári. 1 verkefni fór á stað en ekki hafa fundist leiðir til að halda verkefninu áfram og 3 þeirra eru ennþá í skoðun. En svo sagt, ég ætla ekki að fara yfir alla 68 punktana. Viltu það? Geta alveg gert það ef að við viljum. Það dálítið mikið samt. En aðalatriði fyrir mig að þá ég aðalega ánægð með stefnuna og hvernig þetta sett fram og auðvelt fyrir okkur að fara yfir hvern einasta punkt í henni þegar tekin eru svona stikkprufur. En ég sá ekki fyrir mér að fara yfir alla 68 punktana og ég vona að allir séu kátir með það en hvet ykkur frekar til að koma upp og ræða þá einstaka liði hennar ef ástæðar til og til að þannig sé tíma okkar betur varð og þakka fyrir mig. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bjóst nú við að það yrði mega áhugi á því að stökkva upp í pontu og fjalla þessa skemmtilegu stefnu en ætlaði það nú ekki að vera fyrst og eftir heiltíðanu en læt slag standa en eins og kannski margir vita þá fekk ég að taka þátt í vinnu að þessari stefnu og það var alveg einstaklega gaman að vinna þessa stefnu og fjölbreyttur hópur sem kom þar að sem hafði mikla þekkingu á ferðamálum og margar pælingar og það sem ég var einna ánægðust með var að stefna var mun fljótar í vinnslu heldur margar hverjar aðrar stefnur hér hjá bænum þannig að ég var mjög ánægð með það en líka það eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á hversu hnitmið hún og að fylgja henni verkáætlun sem hefur einmitt nýst okkur sem sitjum í Akureyrastofu gríðarlega vel. En það sem kannski eitt sem væri gaman að koma inn á því að það var svolítið umræðan branding þegar við vorum að vinna að þessari stefnu og eitt af því sem kom upp
að þeir nú hefur hjarta verið svolítið til umræða hér og svolítið sýnilegt hérna í bænum og hér á rauðu ljósum og verið að vinna því að koma hjartanu aftur í Vaðlaheiði, að einu brandinginu sem var velt upp það var hvort að það ætti að vera Akureyri the heart of Iceland, en það fekk ekki samþykkt, en skemmtileg þó. En við langaði að koma inn á nokkra þætti varðandi ferðamálastefnuna. Mér finnst í rauninni bara nokkuð vel staðið að ferðamálum hér á Akureyri og ég satt nú fund hérna með nokkrum aðilum úr þessum geira í hádeginu í dag og þar sem meðal annars var farið yfir það hvernig hefur gengið varðandi breska flugið og hvernig gengur að selja fyrir hollenska flugið, það sem að koma hingað beint til Akureyrar og það sem að ég var mjög ánægð að sjá hversu ánægðir þessir aðilar sem að koma hingað með bæði þá þjónustu sem við erum að veita og með þá náttúru og þá fegur sem við erum að bjóða upp á hér á svæðinu. Og það var líka gaman að heyra það að eftir þetta flug hófst hingað að það eru aðilar þarna sem eru búin að koma oftar en einu sinni og eru því að koma ítrekkað hér. Þannig að það er eitthvað sem að við erum allavega að gera rétt, þannig að því að er nú í stuði til að hrósa þá langar mig allan að segja að við erum að standa okkur nokkuð vel á þessu sviði. En ég held samt við þurfum að gera aðeins betur og eins og bæjarfulltrúi Hilda kom hérna inn á, þetta eru 68 verkefni, þetta eru nokkuð mörg verkefni en eiga líka að ná yfir svolítið langt tímabil. En ég held við ættum samt aðeins að spýta í nógana því að aðeins 9 verkefni þeim eru kláruð. Ég held við þurfum aðeins að slá í klárinn og reyna allavega að ári að vera búin að verulega fjölga þeim verkefnum sem að verða þá lokið. En það sem var kannski þegar maður renndi yfir listan og sá hversu vel miðar, þá fannst mér einstaklega gaman líka að sjá hversu margir nýir afþreyingamöguleikar hafa bæst í flóruna síðan að þessi stefna var sett. Og þá líka ekki bara hérna í kringum okkur heldur líka á Akureyri eins og Sörkuler og Akureyri Lofbæk og sumarafþreying í Hlíðarfjalli, svo eitthvað sem nefnt. Síðan líka mjög stórt verkefni sem í vinnslu sem að byrjað að fá athygli erlendis frá og það er Arctic Coastway sem við erum að vinna með aðilum í nágranna sveitarfélögunum á Norðurlandi. Og við heyrum það allan hjá þeim sem að markaðssetja þetta svæði erlendis að þetta er eitthvað sem aðilar eru að horfa til. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með hvernig því verkefni mun miða og hvernig það mun þróast. Já, eins og ég sagði áðan, það er náttúrulega mjög mörg verkefni sem að við stöndum frammi fyrir. Það sem að ég kannski held að við ættum líka kannski að leggja nokkuð mikla áherslu á og enn verið að kvarta yfir, það eru merkingar hér í bænum og hér í kringum okkur. Þetta hefur verið á lista hjá okkur og var líka minnum á lista í fyrra, en það er ennþá verið að kvarta yfir sér, þannig að við þurfum að gera betur þar. Eins vorum við að ræða hér í bæjarstjórnum daginn, það var varðandi það að kynna fyrir ferðafólki hvernig við erum að flokka sorp og því verkefni hefur miðað hægar heldur en allan að ég hefði viljað. Líka því það er gríðarlega áhersla í stefninu að við séum græn og vistvæn. Þannig að það er svona eitt af þeim verkefnum sem að ég hefði viljað að við myndum klára. Ég líka mjög hrifin af hjartanu í Vaðlaheiðinni, þannig að ég ein af þeim sem vonast til að sjá það slá 2020 og það verkefni kannski ekki einungis unnið á Akureyarstofu, það eru fyrirtæki í bænum sem að halda svolítið á spöðunum þar, þannig að við kannski stýrum ekki alveg hraðanum á því verkefni, en ég á nú vona á samt og bjartsýn á að það verkefni klárast. En
Já, það var svo sem ekkert mikið fleira. Ég reyndar hjó hérna eftir að þegar ég var að fara í verkefnin að heimsóknum á heimasíður Akureyrarbæjar og Visit Akureyrar hefði fækkað og það kom mér pínu á óvart, en reyndar hefur flettingum eða það segja heimsóknum á síðuna hefur fækkað, en aukning hefur verið á samfélagsmiðlum og ég hef nú reyndar sagt það að mér finnst við hafa bætt okkur svolítið á samfélagsmiðlum, mér finnst hafa komið svolítið kraftur inn með nýju fólki þar inn. Þannig að ég ánægð að sjá það, en þetta kom mér óvart með heimasíðunar, þannig að það eitthvað þar sem við þurfum að skoða. En ég ætla að láta duga í bíl, en kem það bara upp aftur ef mann eftir fleiru. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var svo sein að rétta upp hönd sem kannski einhver bjóst við að ég stökkvandi í sætinu. En það er bara því ég er svo gapandi hissa á því hvað mikið gerst í þessum málum og hvað þessari stefnu vel fylgt og hvað aðgerðaráætlun gengur raun og veru vel með við aðra stefnu sem við höfum verið að fara yfir hérna á þessum fundum. Þannig ég var bara orðlaus, getur maður sagt, en þó ekki. En það er bara mjög gott að fara yfir þetta og sjá, þó auðvitað tekið undir það að hefði alveg verið gaman að fleiru væri lokið, en það er greinilega mjög mikið að gerast og hefur mjög mikið verið gert í þessum málaflokki og við getum þakkað okkar starfsfólki það. Og ég held að það eigi einmitt bara mjög gott hrós skilið fyrir að hafa staðið sér vel í þessum málaflokki. En kannski það er akkurat sem mig langaði svona sérstaklega til þess að ræða, það er þessi í tengslu við fækkun gesta á heimasíðuna, þá held ég að við þurfum virkilega að pressa á að koma nýrri heimasíðu í gagni vegna þess að mínu mati þá er þessi síða Visit Akureyri alls ekki nógu góð og í tengslu við það að þá liggur okkur á að vekja athygli á umhverfismálunum hérna í bænum og hvað við erum að gera þar af því að það er greiðlega sölupunktur og og við þurfum að vanda okkur við það að einmitt að svona vekja athygli og halda á lofti því sem vel er gert hérna og það er skemmtilegt að lesa, ég las nú á netinu í dag frásögn ferðamann sem hafði komið hérna með súpubrauð í vetur og má segja kannski var gríðarlega ánægður með heimsóknina, þar auðvitað vitum við alveg að það spilar inn í alls konar aðstæður eins og veður og kannski sérstaklega veður sem getur verið risjótt á þessum tíma en ég menna að það þegar að vel gengur og vel viðrar eins og í vetur, þessi vetur er búin að vera alveg dásamlega veðurfarslega séð og gríðarlega góður fyrir ferðafólk að þá er þetta bara stórkostlegt en það sem ég fannst áhugaverðast og skemmtilegast við svona þessa bara má segja lofgjörð þennan pistil sem að maðurinn skrifaði var að hann var svo ánægður með móttökur íbúana. Það er að segja bæði þá sem höfðu verið að þjónustan að einhverju leið til leiðsögufólk eða starfsfólk annars staðar, en líka bara íbúana sem að sagði hefur verið duglegir að heilsa og bjóða góðan daginn og veifa og vera svona bjóða ferðamanni velkomin og ég held að það er eitthvað sem að skiptir máli og við eigum að staldra eins við og kannski einmitt í aðdragandanum á þessu verkefni það að marka eða eins og kalla branding að marka okkar ásýnd að þá held ég að þetta er nefnilega eitthvað sem við eigum, eitthvað sem er styrkleiki þetta fallega góða samfélag þar sem að fólk býður góðan daginn þegar mætist á gangstéttum og við svona njótum góðs að því að vera ótrúlega fámennt samfélag með ótrúlega mikla afþreyingu eins og við höfum oft talað að hér er þannig að og ég er alveg sannfærð það að þó að náttúran og náttúru vætti ýmiss konar er það sem að ferðafólk er fyrst og fremst að sækjast eftir að þá er það síðan, það er bara menningin okkar og mér finnst að við ættum að passa svona
að spila þessu saman, að vera ekki að búa til hluti fyrir ferðamanninn, heldur að búa til hluti fyrir okkur sem samfélag sem að ferðamaðurinn getur nýtt sér. Og það auðvitað mikið talað hérna í stefnunni að vera með upplýsingar á ensku, upplýsingar sem við höfum hingað til svona bara verið að gera kannski fyrir okkur sjálf. Og það er mjög gott, og ég sé að í stefnunni þarna talað að það oft boðið upp á aðstoð við þýðingar og svona. Þannig ég held að við séum algjörlega á réttri braut með þetta. En ég held að þetta sé svona eitthvað sem við þurfum að passa að halda í. Það er þetta samfélag sem að ferðamenn upplifa þegar kominga. Og svo kannski eitt sem ég vildi nefna bara, af því að þið sitji hérna 2 úr stjórn Akureyrarstofu, að punktapóstarnir svokölluðu sem er talað í stefnunni, og að mínu mati er alveg frábærir, sem sem sagt til útskýringar að maður getur verið áskrifandi á einhverjum póstlista, þá fær maður alltaf í hverri viku samantekt á því sem er framundan, má segja, næstu vikuna. Og mér finnst þetta alveg dásamlegt. Og þeir eru hættir að berast mér. Þannig að eitthvað hefur gerst, þannig ég vildi nú bara láta ykkur vita því. Og svo líka að það þarf þetta eiginlega að vera aðgengilegt á Visit Akureyri síðunni í því formi, vegna þess að þetta er í mjög góðu formi. Það er að segja, þessi upplistun á viðburðum sem eru í komandi viku, vegna þess að þetta viðburðardagatal sem að núna er sem sagt það sem að sér alla mánuðin hefur algjörlega sína galla. En þetta er ofsalega góð framsetning, og ég myndi sjálf, að því að ég umgefst nú svolítið af ferðafólki og útlendingum sem að koma hérna, að mér oft langar til þess að deila þessu bara svona á Facebook eða eitthvað. Þannig að ábending til ykkar Akureyrarstofu kvenna. En ég hef eiginlega ekkert að röfla yfir eða nöldra eða kvarta, þannig að ég er bara lukkuleg með þetta og bara áfram með smjörið. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er góð stefna og ég vil þakka þeim sem hafa unnið að henni. Ég ætla að kannski nefna aðeins aðra hlið heldur en hefur verið mest talað hér í dag. Ég ætla að nefna það að ég held að við höfum tækifæri til að verða eða kannski vera áfram aðal valkostur fólks á suðvesturhorninu fyrir ferðalög. Og við eigum að geta verið aðdráttarafl fyrir þetta bara fólk almennt, en líka margvíslega hópa, svona sérgreinda hópa. Og við minnumst í stefnunni á til dæmis fjallahjólastíga og göngustíga sem er ágætt, en ég vil bara nefna til viðbótar að ég held að við gætum eflt ferðaþjónustu tengda hestamennsku, og ég og bæjarstjóri vorum til dæmis á fundi með hestamönnum í morgun þar sem að þetta var sérstaklega rætt, eða þeir myndust á þetta, þarna hefðum við sóknarfæri. Og hlaupahópar, það er fólk í þúsundavís á höfuðborgarsvæðinu að hlaupa og alltaf að leita nýjum og skemmtilegum leiðum, og við getum kortlagt leiðir hér í nágrenninu, búið til matseðil eftir í hvað tekur langan tíma að fara þessa leið og hversu erfið hún er og svo framvegis. Og ég vil líka nefna stangveiði, fjölskyldur sem að koma norður í sumarfrí 2-3 daga, hvar er hægt að komast í silung í hálfan dag með börnin. Gjarnan einhvers staðar það sem er ekki þá bannað að veiða milli klukkan 1 og 4 á daginn. Þetta er svona ekki rosalega fjölskylduvænt, þetta gamla system í stangveiðinni. Það er erfitt að finna á einum staði yfirlit yfir hvar er hægt að komast í veiði með börnunum í nágrenni Akureyrar. Bara nokkuð dæmi, en góð stefna á að geta hjálpað okkur mikið. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki málsins, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu. Ég held einmitt að það sem að kannski bæjarfulltrúi Andri nefndi að það stefnu séu svona velgerðar og svona skýrar og afmarkaðar sé svo mikilvægt, ekki bara fyrir okkur síðan sem í stjórnum komum og getum farið yfir það hvað er búið að gera og hvað ekki, heldur líka fyrir starfsmenn. Þetta er svo góður tékklisti og ég held að þetta sé akkurat það sem við þurfum að gera meira. En auðvitað, eins og hefur verið nefnt hérna áðan, að
það er líka einstakt starfsfólk að vinna á Akureyrarstofu sem hefur gert ótrúlega mikið og það allavega myndi ekkert gerast ef við værum bara með stefnu og starfsáætlun og fjárhagsáætlun og svo væri enginn til þess að fylgja því eftir. En að sjálfsögðu á að vera á tánum, við höllum okkur ekki aftur af því að þetta alltaf réttri leið og segjum það þá bara gott og þá getum við fara að gera eitthvað annað, heldur auðvitað á að halda áfram að nota þetta góða verkfæri til þess að gera enn betur. Það sem einmitt inn í starfs- og fjárhagsáætlun varðandi bæði merkingar af bænum sem eru ábótavant fyrir ferðamenn og það sama í rauninni við flokkun og sorpi ekki bara fyrir erlenda ferðamenn, heldur líka fyrir innlenda ferðamenn, þannig að við skýrum svolítið betur og það sama á svolítið líka við okkar stöðumælakerfi. Þetta svona dæmi það sem að merkingar geta skipt gríðarlega miklu máli varðar upplifun fólks af því að koma í bæinn og kynnast í hvað við erum að gera. Varðandi heimasíðuna þá auðvitað ýmislegt sem að það þarf að gerast og ég tek undir með ef það komur óvart að væri fækkun á heimasíðunni. Hins vegar líka orðið svolítið mikið það að fólk vill ofboðslega stutta, snarpa hluti á samfélagsmiðlum. Heimasíður svona vettvangur ákveðina upplýsinga sem að kannski takmarkaður hópur nýti sér en við sjáum það allavega ná því að flettingum hafi fjölgað og samfélagsmiðla hliðin að aukast og mér finnst hún eigi að vera mun meiri, miklu meiri. Alveg mér finnst hún í rauninni ótrúlega lítil ef að ég að horfa á þannig, þó að sé gott að hún sé að verða betri. Varðandi branding þá það allavega líka þá inn á starfs- og fjárhagsáætlun á þessu ári. Síðan ég mjög og til að við getum gert betur í að vekja athygli á okkar umhverfismálum. Við getum verið mjög stolt af þeim og það einmitt í stefnunni að við vekjum athygli á því og Vistorka í samstarfi við starfsmenn umhverfis- og mannvirkjaráðs hafa fundað og verið að ræða og halda áfram að finna leiðir til þess að það fari aukinn kraftur í það. Að sjálfsögðu menningin og ég tek undir með Sóli og hún getur verið fyrir báða aðila. Það þarf ekkert endilega að skilgreina bara eitthvað sérstakt fyrir ferðamenn, heldur þetta bara partur af lífsgæðum þess að vera yfirleitt hvar sem þú átt síðan lögheimili. Ég skal tjekka þessu með punktapóstinn, akkur þér hættir að berast þeir, Sóli mín, að ég sammála því að það gott að fá það og ég reyndari líka á því við getum skoða hvernig þeir getur verið sýnileg þessi viðbrögð því það ótrúlega fáránlegt í rauninni í svona litla bæ að það sé næst í okkur einasta degi einhverjir viðburðir eða menningatengdar uppákomur eða eitthvað. Og auðvitað höfum við líka heyrt að það svona ákveðnir aðilar sem að kvarta yfir því vegna þess að það orðið erfiðara. Einu sinni var þetta svolítið þannig að það voru haldnir tónleikar þá bara komu allir að því að það var svo lítið að vera. Í dag búum við þá stöðu að það nær ómögulegt að komast yfir 1/10 af því sem í boði í bænum og það auðvitað gríðarlegt fagnaðarefni. Varðandi það sem að bæjarfulltrúi Andri Teitsson var að ræða áðan að þá líka í þessari stefnu eitthvað sem ég held að við getum líka gert betur áfram og gert betur og farið að formfesta og það tenging ferðaþjónustu og íþrótta almennt. Samráð milli stjórnar Akureyrarstofu og starfsmanna á samfélagssviði að varða ferðamennsku og íþróttir því að það stundu talað að það vanti þennan eina segul sem allir ætla í þegar þeir eru að ferðast til Akureyrar og það auðvitað að vissu leyti galið hvað við erum með fjölbreytta möguleika til íþróttaiðkunar og það að gera að við horfum á þá nýtingamöguleika sem að þar eru, þetta svona eins og ég segja svona low hanging fruits, að nýta sér það í ferðamennsku innanlands, bæði fyrir innlenda ferðamenn og aðra. Þar hafa verið nefnt valmöguleikar eins og Akureyrar maraþon og svo framvegis sem að vissulega tengjast ferðaþjónustu, lífsgæðum og íþróttum. Og þarna eigum við auðvitað að slá margar flugur í einu höggi. En bara takk fyrir umræðuna, það sem komið að minnsta kosti og ég held að við séum á réttri leið og það sé auðvitað þeim sem komið að þessari stefnu að þakka sem og auðvitað starfsfólki og svo það bara okkar að halda áfram að fylgja þessu eftir, fara yfir það á stjórnarfundu, vera duglega að ýta við og styðja og halda áfram í þessa átt og
og auðvitað bara skoða aðrar stefnur okkar, hvernig við getum látið þær virka sem þetta tæki sem að ferðamálastefnan okkar hvað þetta verðmætt og hvað við erum að spara okkur mikinn tíma í vinnu með að geta gengið inn í verkefni sem búið að gera á góðu fagfólki og maður heldur bara áfram í staðan fyrir að vera einhvern veginn á núllpunkti að vissu leyti og þurfa einhvern veginn að setja sig inn í allt. Þetta eins kýrskýrt og getur orðið. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að taka undir með þeim sem undan mér hafa komið hér upp og þakka fyrir þessa stefnu sem góð og skýr, tiltölulega einföld. Það búið að nefna hér fjölmörg atriði sem skipta miklu máli í þessari vinnu og það verið að vinna skipulega, það fer ekkert á milli mála. Og það verið að vinna að framgangi flestra þeirra þátta sem þarna koma fram. En þarna eru líka nefnd mörg atriði sem kannski ekki endilega á herðum starfsmanna Akureyrarstofu fylgja eftir þannig lagað. Þarna nefnd til dæmis samgöngumiðstöð sem ekki finnst nú staði fyrir ennþá eða næst ekki samstæðum. Við erum að tala um Akureyrarflugvöll og millilandaflug sem náttúrulega snertir ferðamálastefnuna gríðarlega mikið og þarna til dæmis nefnt að bæjarstjórn hafi ýtt vel á eftir og tilgreindar dagsetningar á bókunum sem gerðar hafa verið og bara því besta mál. En það hefur eins og verið þannig að við hefum verið dálítið duglega að bóka í tengslum við flugvöllin og ýmislegt sem að þessu snýr, líka Dettifossveginn eða Demantshringinn og fleiri atriði. En það alveg ljóst að eins og einn góður maður sagði með kosningabaráttunni, þið sitjið bara þarna á bókið og svo bara gerist ekki neitt. Nei, það gerist ekkert þó í bókum bara. Við þurfum að fylgja þess eftir. Það hefur orðið breyting núna á þessu kjörtímabili, allavega hvað það varðar að við hefum svona verið duglegri held ég öll að hafa samband, íta á þá sem hafa eitthvað með málin að gera. Og við erum til dæmis að gera það náttúrulega núna í kvöld með því að fá fjármálaráðherra og ferðamálaráðherra á svæði til þess að ræða þessi mál. Þetta skiptir máli hvernig við öll vinnum saman að því að koma þessum málum fram. Og millilandaflugið náttúrulega alveg klárlega sá póstur í atvinnumálana hér sem að við getum elt á tiltölulega stuttum tíma og styrt og aukið og hjálpa bænum til að vaxa, styrt bæjarlífið ef okkur tekst að koma á alvöru millilandaflugi. Við erum að sjá ákveðna svona breytingar í það átt, það að koma hér inn í sumar þetta hollenska flugfélag og það verður gaman að sjá hvernig það gengur. Við sjáum bara hvað þetta flug við vetrartíman hefur breytt miklu fyrir okkur, það hefur bara gert það. Og það þarf kannski ekki svo rosalega mikið, en við þurfum að geta boðið upp á góða aðstöðu og við þurfum að geta boðið upp á góða afþreyingu. Og við þurfum að hugsa fram í tíman og það vissulega verið að gera það á margan hátt en við þurfum að fara að ýta betur á eftir hlutunum. Við erum að vinna núna í því að hefur verið reynt að útvista starfsemi Hlíðarfjalls og auka þar uppbyggingu og gera það breytingar. Það gengur reyndar hægt en vonandi tekst að koma kláið þarna upp og við þurfum náttúrulega við ætlum að fara að gera þetta skíðasvæði að einhverja lagfæra aðstöðuna frá. Það er að segja skíðahótel og það aðstöðu sem þar er. Ég hef trú á því að lyftan komist nú upp í sumar og haust. Norðurorka sýndi ákveðna framsýn í því að taka og leiða heita vatnið út úr Vaðlaheiðargöngunum, sérstaklega. Nú rennur það náttúrulega bara til sjávar eins og kalda vatnið. En á tímabili voru menn að veltaði fyrir sér að láta það bara renna eftir skurði. En þarna bara auðlind sem verið að vinna í að skoða hvernig megi virkja og nýta til dæmis í ferðaþjónustu og þetta bara atriði sem við þurfum líka að vera dálítið duglega að íta á. Við þurfum að leggja ákveðna fjármuni í þetta, við þurfum að leggja tími í þetta, við þurfum að leggja orku í þetta, við þurfum að leggja kraft í þetta til þess að hlutirnir gerist.
Og það ýmislegt að gerast núna en betur má ef duga skal. Og ég held að við sem bæjarstjórnin sjálf þurfum svona kannski aðeins að taka bara enn eitt skrensið á því til dæmis hvað menn ætla að gera með samgöngumiðstöðina. Hvað ætla menn að gera enn frekar til þess að koma þessari flugstöð upp, flughlaðinu sem þarf við hana. Hvað ætla menn að gera til að styrkja flugþróun á sjóðin, jafna eldsneytiskostnaðinn. Þetta eru bara atriði sem við þurfum að leggjast í og vinna að, öll sem einn. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið málsinu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ákvað að koma upp eftir framsögu bæjarfulltrúar Sóleyjar og framsögu Andra. Því mér langaði, það var svo skemmtilegt það sem við komst inn á Sóleyju varðandi viðmót Akureyringa. Því þetta var mikið rætt þegar við vorum að vinna þessa stefnu, að það var löngun hjá hópnum einmitt að búa til þetta umhverfi. Að þegar ferðafólk færi hérna, þá væri það með þá upplifun að það væri velkomið og fengi svona að vera pínu hluti af samfélaginu. Það var ekkert markvisst sett inn í stefnunni til að gera það. Þess vegna er svo frábært að heyra að þetta sé einmitt upplifun. Þannig að einhvern veginn hefur þetta tekist að gera þetta án þess að það hefur verið markvisst unnið að því. En þannig að bara frábært að fá þetta fram. Bæjarfulltrúi Andri, þú komst með nokkra tillögur að tegundum af afþreyingarmöguleikum sem er bara frábært. Það sem kom mér samt á óvart þegar maður fór að skoða þetta, að við erum með gríðarlega marga íþróttaviðburði hérna í bænum. Og þau voru miklu fleiri heldur en að ég hafði gert mig grein fyrir. Þess vegna kom mér pínulítið óvart þegar ég fór yfir einmitt verkefnin og að við værum ennþá eftir með það verkefni að vera með samtalið og samræminguna á milli Akureyrarstofu og forstöðumanns íþróttamála. Þegar við þurfum með þetta samtal líka það til þess að dreifa þessu yfir árið. Það sem var náttúrulega lagt áherslu á í þessari stefnu var vetrarferðamennska, að reyna að draga að fleiri hérna yfir vetrartíman, og mörguleyti hefur það gerst með til dæmis breska fluginu, að við erum að nýta núna það er að vera að nýta fleiri gistinætur hér á veturna heldur en var áður. En einmitt líka horfa til þessa íþróttatengdu viðburða, hvort að sé hægt að sitja þá á þessa til dæmis jaðarmánuði. En ég líka kannski á því að við erum ekkert endilega vera með of fjölbreytt, heldur kannski að reyna að stækka það sem við erum með og markasetja betur þá viðburði sem við erum með nú þegar. En já, ég bara bæjarfulltrúi Sóleyju þessi framsæðin kallaði mig upp eftir. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski líkt og aðrir, þá mun ég alltaf lýsa ánægju minni með hvernig þetta hefur tekist til í þessari stefnu okkar í umferðarmálum og svona hvernig okkur hefur miðað áfram. Ég er svolítið á því að grænu punktarnir eiga nú eftir að fjölga mjög mikið á þessu ári, mér sýnist mér. Það er margt af þessu sem er bara akkúrat verið að vinna þessa dagan og akkúrat í samvinnu það sem að menn hafa verið að vinna að undanförnum árum. Þannig að ég er nú alveg samfærður að þegar við færum yfir þessa stefnu að ári eða aðgerðaáætlunina þá voru grænu punktarnir orðnir mun fleiri. Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það að það er margt inn í þessu sem að kannski aðrir aðilar heldur en akkúrat Akureyrarstofa kemur að, og þar eru bæði hagsmunaaðilar bara út í bæ sem að þeir hafa verið að svona brýna til dáða og svona kannski eitthvað sem að það er betur að fylgja eftir en ýmislegt samt sem hefur þokast þar, og mér sýndist nú nokkri liðir þarna að vera svona gulir en mættu vera grænir, af því að það hefur svona alveg við það klárast ef ekki búnir að mínum mati, en ég ætla ekki að vara að tala um það. Það er líka sem bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á varðandi það hvað við mættum betur gera, og hann myndist meðal annars á flugvöllin og samgöngumálin og millilandaflugið, og það er nú bara þannig að við erum búin að vera að gera ansi margt
það verðum ekki gleyma því, við erum búin að standa af baki við R66 núna í mörg ár og við höfum svona verið að uppskera árangurinn núna á síðustu árum með þessu beinaflugi frá Bretlandi sem núna búin að vera í tvo vetur og vonandi heldur áfram á næsta vetur. Við erum að sjá Hollendinga koma inn í sumar þannig að það að verða aukning þarna á. En við þurfum að halda áfram og við höfum verið að bara lemja aðeins á stjórnvöldum. Við höfum verið í sambandi við stjórnvöld bæði varðandi hugmyndir KEA uppbyggingu á flugstöð. Við höfum verið í flughlaðinu. Við erum núna sem betur verið að sjá fyrir endan á sem ILS-búnaði sem tók langan tíma og allt og langan tíma. Og þess vegna var það tilvalið vegna þess að allt þetta snýst peninga og peninga frá ríkinu vegna þess að þarna eru að mínu mati uppbygging sem að á ekki vera borguð það einu sveitafélagi. Þetta eru innviðir sem að ríkið á að vinna að og þess vegna gleðst ég mjög að Gunnar kom inn á það hér, bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það í máli sínu hér áðan að hingaði væntanlegur sjálfur fjármálaráðherra til þess að funda með Akureyringum og í kvöld. Og það akkurat tilefni til að benda honum á þetta að það þurfum að íta á þetta. Við verðum að fá fjármagn til þess að koma þessu framkvæmdum áfram. Við höfum verið að tala við ráðherra að þetta sé alveg kjörið tækifæri til þess í rauninni að opna aðra gáttin í landi. Það áhugi fyrir Norðurlandi og við erum bara með góða innviði hér til að taka á móti þessu. Hins vegar það þarna, flugstöðin og flugmálin eru það sem við þurfum að berjast fyrir. Og ég skora á bæjarfulltrúa Gunnar og aðra þá sem verða á fundinum í kvöld, kemst við miður ekki sjálfur, en ég skora á þá að brýna fjármálaráðherra til dáða til þess að koma með aukið fjármagn inn í þetta til handa okkur. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Það ekki, hluti sleppti sko. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, og kannski að hluta til kannski það sem að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin var að segja. Ég held reyndar að við höfum staðið okkur ákaflega vel í því að gera og leggja okkur kraft og styrk hvort sem það ekki og alls ekki bara í bókunum. Við höfum verið að vinna eins og ég held að okkur framast sé hægt hvort sem það í samstarfi og fjármunum líka í R66 inn í Markaðsstofu Norðurlands, inn í samstarfsverkefni á vettvangi Eyþings til þess að tala fyrir verkefnum og setja peninga í verkefni tengt til dæmis flugvallarmálinu. Einmitt bara á síðasta stjórnarfundi Akureyrarstofu var lagð fram beiðni nefndarmanns hvar þetta væri statt verkefni að jafna eldsneytiskostnað, þannig að við höfum von á svörum þar. Þannig að ég held að hvað varðar flugvallamáli að minnstakosti að þá og fundir og svo framvegis við að skoða og íta eftir því að geta hvort það séu möguleiki til þess að einkaaðili komi með einhverjum hætti að verkefninu, þá held ég að við séum búin að gera ansi mikið og og það var nú eiginlega aðalega það sem að ég vildi nefna að því að það þarf að sjálfsögðu orku, tíma og pening til þess að vinna svona málum. Og það held ég reyndar ekki hvorki og það eigi við okkur öll sem bæjarstjórn að við höfum og ég vil segja það okkur til tekna mér finnst við öll hafa unnið ákaflega vel saman og samstillt í því hvort sem meiri hluta eða minni hluta að ræða að í þessu máli varðar flugvöllin og ég auðvitað glöð að sjá bæði ráðherra ferðamála og fjármálaráðherra koma einn í kvöld og mér finnst það spennandi, það ýmislegt líka á þeim vettvangi. Líka tengt skoskuleiðinni og Ísafía, þannig að þarna eru mikilvæg verkefni sem verið að vinna sem eru á herðum ríkisvaldsins og ég bara bind miklar vonir við að þessi tveir ráðherrar vinni ötullega að framgangi þessa verkefni. Svo verður spennandi að sjá hvað þeir hafa fram að færa kannski ekki síst í dag. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þið bæjarfulltrúar alltaf að minna mig á eitthvað þegar komið upp í fondi. En einmitt ég óskaði eftir þessum upplýsingum í Akureyrarstofu og ég fekk þær upplýsingar í dag að skýrsla jöfnun á eldsneyti það er búið að gera þá skýrslu. Hún tilbúin
En það sem að liggur fyrir okkur er sem sagt næst að fá hér samgönguráðherra því að hann er með þessa skýrslu, hún er ekki opinber, en það liggja fyrir líklega í henni einhverjar tillögur í þessum málum, þannig að eins og ég segi, næsta skrefi þá fá hann hinga og íta á að þessi skýrsla verði þá tekin upp og teknar ákvarðanir í framhaldinu af því. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Við bara fáum alla ráðherrana hingað og segjum þessari umræði lokið í bili.